Já, Bjarni, fyrsti dagurinn hjá Val, bara hvernig, við byrjum á svo leik, hvernig fannst þér hann? Bara fínt sko, bara ágætt skæði í þessu svona með fyrsta leik og það var alltaf ískallt. Þetta hefði bara getað dottið báða megin í rauninni og datt í miður vilsum megin. Hvernig að vera komin í Val? Bara geggjað, fáránlega spenntur, búið að taka ótrúlega vel á móti mér. Ég sé núna bara hvað þetta er flott félag og já, ég er bara ruglspenntur. Af hverju ertu komin í Val? Ég kom í Val af því að það var múfið á ferlinu sem fannst mega mest sens núna. Ég sé til að skrifa upp á þið með allt sem er í gangi og metnaðinn og svo skiptir máli þegar fólk sýnir svona mikinn áhuga og kann að meta þið sem leikmann og persónu. Já, þetta fannst mér bara mest logical múfið á fótboltaferlinu. Er hægt að bera Val saman við félagi í B-deildinni í Noregi? Já, klárlega. Nú var ég náttúrulega hjá liði sem auðvitað komið ansi langt hvað svona umgjörð og svona varðar þó það sé náttúrulega ekki alveg í lagi þar núna en já, þetta er alltaf því saman. Talar að þeir sem sýndu mikið á að þú veist bara fyrst orðaði við á bara síðasta haust. Skiptir það máli í þessu öllu saman? Já, auðvitað og þeir heyrðu af sér alveg í bara desember held ég, eða nóvember í fyrra þannig ég er búinn að vita þessu lengi og þó einhvern veginn að ég hafi sagt þá og ég er búinn að segja alveg nokkur sinnum að þetta sé mögulega ekki að fara að gerast þá einhvern veginn svona hálf gáfist ekkert upp og það ýtti undir þetta svona á endan. Er eitthvað sem að breytist núna síðustu viku sem verður til þess að þú ert komin núna í Val? Nei og já bara. Það, þú veist, staðan í start var einhvern veginn bara ekki alveg svona að fara í það átt sem að ég hélt myndi fara. Og ég var búinn að hugsa þetta lengi en ég bara svona lagði ekki alveg í þetta af því að þetta er brasa að flytja milli landa og en svo með kærastunni minni það kemur sér vel að eiga góða kærastu sem er tilbúin að styðja þig þá tókum við þessa ákvörðun að þetta væri rétta skrifið. Hvernig voru málin hjá Start að þróast? Var þetta stefna í brasa áfram? Já og nei, það eru svona hlutir sem að sem sagt afjöru, ákvarða það sem er ekki klárir þannig að þú veist þetta getur alveg blessast en þetta getur líka enda illa þetta er svona 50-50 einhvern veginn en þeir eru á fínu stað, ég veit alveg að koma sér tilbaka úr þessu, þetta er risastór klúbbur og ekkert að vera það sem þeir eru þannig að ég hef engar ágjörðar. Þessi 5 ár úti, ertu ánægður með þig? Mjög, bara fáránlega, ég einhvern veginn fílaði lífið í Skandinavíu mjög vel, ég fílaði svona umgjörðina og svona professionalismin í kringum það að vera bara gjörsamlega fótboltamaður, kunna meta það og já, bara leiði fáránlega vel sko, en mjög spenntur að vera komin heim núna, það er langt síðan ég bjó á Íslandi. Fyrst ég með þig bara og við vorum að tala um Start, hvað fannst þér þetta Magna Fannberg stæði með allt saman? Varst það rétt að hann var látinn stíga í burtu eða hvernig sem þetta fór? Nei, alls ekki. Ég vildi auðvitað hafa hann en ég held að það er ekkert vita að fara út í það er, þú veist, eins og segi, ég veit ekkert hvað var í gangi hjá þeim í rauninni, skilurðu, en við allir leikmennir vildum hafa hann, það er eins og ég get sagt. Komin í Val, ertu að koma sem djúpuð miðjumaður? Það er bara komið ljós. Hefur eitthvað verið rætt hvað stöðu þú getur spilað? Já, auðvitað, það er eitt sem að segja, takk, eitt sem ég get leist auðvitað, en ég er auðvitað bara all around leikmaður og ég spila bara það sem mér er satt að spila og gerir það sem ég er satt að gera. Þú ætlaði að spila síðast með Káa þegar þú varst í Íslandi, kom ekkert tíma til greina þú færir í Káa? Já, auðvitað, ég hugsaði það alveg, en málið er bara að þetta einhvern veginn, eins og ég sagði við, ég ákvað ekki að nú ætla ég að flytja heim, í hvaða lið á ég að fara. Ég er búinn að vera með áhuga frá Val og Káa er líka búinn að sýna mér áhuga bara svona sem ég reynu en ég ákvað að fara heim að þeim er langaði í Val. Þetta er ekki ég er að flytja heim í hvaða lið á ég að fara. Þannig að ég fór aldrei út í þær hugleiðingar skilur hvað passa best, þetta er einhvern veginn bara svona já það er bara eins og hver annar klúbbur í hvaða landi sem hafði áhuga og vildi fá þig og ég endaði í honum. Hvað langar þið að afreka hjá Val? Allt. Bara vinna titla og alls konar? Já, bara Evrópu og alla titla sem í boði og
því miður mistu á þessum, bara næsti. Þú veist að spila þér úti og út frá því spilaður 3 landsleikjum og út frá framistöðum úti, það hlýtur að vera svona ánægilegt að horfa tilbaka. Klálega, mjög stoltur, svona strákur sem ég sem var líka ólst upp á Siglufirði og var mjög seinn svona að springa út þannig séð sko, enga unglingalandsleiki, þannig að ég mjög humble í því sem ég hef gert og bara stoltur af sjálfum mér að hafa komið mér út fyrir landsteina og hafa fengið bara lifa því að spila fótbolta, þannig að ég bara mjög þakklátur. Hvernig bara standur þér? Getur þú spila á móti í það? Já, toppstandi. Sagðir í tilkynninguna að koma Gylfa skipti líka máli. Hefur það mikið að segja? Já, ég var að ljúga, ég vil segja nei, en það er þetta ákvæður kannski ekki að ég kom, en það klárlega ítti undir þetta þegar ég sá þetta, þá fór ég að hugsa aðeins bara svona það er ég aðeins líka að fara, þú veist, þetta er alveg dæmi, skilur, það er ég að fara að endurskoða aðeins hlutina, að vera, þegar eins og segi, þegar áhuginn finnst og að fá að taka þátt í einhverju svona, það ítti alveg undir þetta. Takk fyrir þetta Björn, það kom ekki vel í val. Takk hérlega.